ef ég væri núna í pólitík þá myndi ég bara leggja áherslu á unga fólki. Það nú einu sinni framtíðin sko. En það fer allur peningur núna í öryrkja og allir lífstíða og og það ekki einu sinni sko ungt fólk getur bara eiginlega ekki stofna fjölskyldu og eignast börn með góðu móti. Það allavega flóknara og ég meina það það sem skiptir máli fyrir framtíð sko þjóðarinnar. Að ungt fólk fungeri, ungt fólk stofni fjölskyldu og eignist börn. Ég var að segja þetta áðan að ég held að ástæðan fyrir því að fólk sé í hlutastörfum að taka myndir af þessum berrössum á Instagram og fleira hafi svona kerfislegt áhrif að fólk hafi stundum minna kynlíf, meira að sækjast í einhverja nautn í gegnum klám eða Instagram eða annað eða athygli og stundar þar af leiðandi minna kynlíf. Og ég hef stórkostlegar áhyggjur af þessu. Já, Þú ert nú maður sem stundar mikið kynlíf. Það hefur dregið verulega því seinni tíð og ég líti á þessi hluti að þróuninni. Nei, ég menna ekki almenn gretta bara eitthvað neikvætt orð? Já, allavega. Þú getur ekki setið á þingi allavega. Nei, mátti ekki svona hugsa hana sko. Nei, maður veit kannski ekki alveg svona svarsinni kringum þetta en ég samt svona þeirra skoðunar að ef við náum ekki að tryggja það að menn getur svona ungt fólk getur stofnað fjölskyldu og eignast barn þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur en einn öðru sko, þá bara þetta einhvern veginn fjarrært út sko og ég svona við erum konum einhvern svona öryrkjakerfi þar sem sko aðaldir að komast á örorkuna sko og þú mátt aldrei vilja losna það sko, þú ert eins og komin alveg sama hvað heilsugóðu sko því að þetta bara og svo búið að draga úr tekjuskerðingunni þannig að þetta margborgar sig að fá þetta mat með einum öðrum hætti en ég hef svo svolítið skilning á konum svona kringu 60 sko sem eru orðnar svolítið lúnar sko að það sé örorku svona síðustu árin fram að ellilífeyri sko ég hef ákveðin skilning á því. Ég er sama hér. Já, og það eru orðnar mjög lúnar og búið að liggja svolítið á þeim alla tíð sko. Þannig að svona stóðkerfi kannski ræður ekki sérstaklega vel við þetta sko. Og þess vegna kannski ekkit óvelt að það sé svolítið búna kringu 60 sko, áður en kom ellilífeyri. Og kannski einhverju kalla líka. En þetta Þess vegna var svo skrítið þegar þetta var innleitt inn í lífskjarasamningana að þetta væri bara svona, já, stelpur og strákar rétt skriðinu við 20 nýkomin á vinnumarkað bara þeir geti farið í kulnun ef að 36 klukkustunda vinnuvika er aðeins svo mikið fyrir ykkur og svo er allt skilaboð líka eitthvað svona hver er þú að segja mér að ég sé ekki, hver þykist þú vera að segja mér hvernig upplifun ég hef af lífinu sjálfs upplifun allir með eitthvað orð svona Já, en þá segjum bara þetta fólk, þú verður bara að taka þig taki sko, kynslóðin hafa alltaf verið svona, það er alltaf verið einhverju erfiðleik og menn þurfa bara að taka sér taki en málið er þú kemst upp með það núna að gera það ekki það er munurinn áður fyrir bara þýddi þetta ekkert þú bara varst að vinna fyrir þér, þú varst að gera eitthvað en núna kemst þú bara upp með að gera það ekki en þetta mun að hafa afleiðingar og öll þessi kulnunar umræða sem ég heyri svona þegar ég sé orðið þið mest í fjölmiðlum fyrir tögutar af þér og en þetta segir manni bara í raun og veru hvernig andlegt ástand þjóðarinnar er á hverjum tíma það er ekkert að starfinu sko þetta er þú sjálfur og þú auðvitað ert bara þú verður að glíma við þetta þú verður að bera ábyrgð á þessu þú getur ekki að ítt alltaf einhver kerfi eða einhverja stofnanir þetta er þitt mál sko við erum hérna til aðstoðar að þú vilt gera eitthvað sko en þetta er allt þín ákvörðun þetta er alltaf hvað allir að gera þú veist að þú getur ekki verið svona gerðu eitthvað og nei, þetta er bara þú heyrir á hverjum degi, bara kerfið er ekki virka og menn kenna öllum öðrum sjálfum sér allt ekki sér úrræði fyrir mig já, akkurat fyrir mig sko og en það er enginn tilbúin að taka neina ábyrgð á lífið sínu sjálfur sko og þetta er svo fjarri sko mínum pólitísku skoðunum þetta er þú sko en þess vegna er fjölskyldur svo mikið ef þú þarft að aðstoða alltaf þá ég til staðar sko
með mínum börnum eða eitthvað þá er ég til staðar, ég heit ekki sett á einhvern samfélagi eða kerfi eða stofnanir, við hjálpum stað, við lögum þetta, þess vegna er fjölskylda svo mikilvæg. Þess er bara fullt af fólki sem á einhver fjölskyldu lengur, þetta er ekki í hug og vill ekki stofna fjölskyldu. Þá ertu bara í erfiðari málum, sko.